Segðu okkur aðeins frá Óks veitingastaðnum. Hvaðan hugmyndin kemur og... Óks í rauninni 10 ára gömul hugmynd. Þetta er svona leyni veitingastaður. Já. Það má segja að þetta er svona teika á því að þetta er staðið fyrir eins og bannárum í Bandaríkjunum þar sem barir voru faldir að baki þvottahús og fatahreinsanir og hvað sem er. Þá tóku það rauninni yfir í veitingastaðaformið og höfum farin veitingastað inn á öðru veitingastað. Þegar Óks kemur hvergi fram á skiltum út á Laugaveg eða á netinu eða hvar hann sé staðsettur, það er ekkert heimilisfang Óks. Það er ekkert heimilisfang Óks. Þú reynir fær bara heimilisfangi sent í pósti þegar þú bókar. En nú ertu bara með sæti fyrir 11 manns. Akkurat. Og hann átti að vera 14 sæti en við höfum bara pláss fyrir 11. Sem gerir hann ennþá krúttlegri. Þetta er krúttlegasti staður bara sem ég komið inn á þráinn. Já, ég get alveg trúið því. Já, þannig að þið eruð alltaf 2 hérna að elda. Já, þess að 2 kokkar og engin þjónn. Þegar hugmyndin fór að þróast hjá mér fyrir 11-12 árum síðan, þá sá ég alltaf fyrir mig 14 stærsta veitingastað þar sem ég var eini kokkurinn og ekkert staff og ekkert vesen og ef eitthvað var veikur þá var það bara ég, þá var bara lokað. Og ætlaði bara að sleppa allir þessu hassel að vera með fullt af kokkum með mér og allt þetta. Svo náttúrulega þróast það og maður kemst að því að kannski ekki alveg skemmtilegast að vinna alltaf bara alveg einn þó að fara gesti og þá fór sú hugmynd að ég þyrfti annan veitingastað, þá stærri veitingastað með þessum sem er Sumac. Þannig að Sumac heldur þessum á lofti þannig að við getum leikið okkur hérna ég og Georg. Sumac felur Óks. Já. Og hvernig eru bókanirnar? Í byrjun ekki rosalega því það vissi enginn að staðnum og það var leyni. Þannig að við þurftum að vera þolinmóð upp á það að gera. Það tók svolítið tíma að láta hann fréttast og svoleiðis. En í dag er þetta þannig að eins og næsti mánuði sem er framöndan núna, hann er 98% bókaður. Núna til dæmis ert þú að búa til eitthvað fyrir mig sem að ég myndi ekki einu sinni geta giskað á hvað væri. Já. Sellerírót, sem er bara saltbökuð, rétt svona pikluð. Svo erum við með karamelliserað laufkrem. Svo er þetta tindur-ostur sem við erum búin að rífa yfir. Tindur. Það er ostur. Er þetta tinderostur? Nei. Ekki alveg, en næsta númer við. Þegar þú drekkur ekki áfengi, þá erum við bjóðið upp á svona djúspörun. Hérna erum við með svona... Djús fyrir litla barnið? Já, þetta er kombucha, svona vínberja. Og svo erum við búin að bæta í þetta fennel og kanilpínu. Brussa, og svo svona, og svo... Maður alltaf kennar eitthvað pínu. Namm. Já, og þetta er óáfengt. Þetta er óáfengt? Þetta gerum við á staðnum líka. Ok, og má ég núna smakka matinn? Já, nú mátt. Á ég að setja hann uppi með allan í einu? Allt í einu. Ok, nammi. Já, sammála. Kallið kann að búa til sælgæti. Já, þetta er svona konfekt, lítið konfekt. Nákvæmlega, konfekt í munni. Já. Hvernig er maturinn þetta? Óks er íslensk hefðir. Við erum að vinna með ákveðnar hefðir og hugmyndir frá gamla tímanum. Og með Sumac akkur dögugt er bara algjörlega svart og hvítt þannig að það er Norður Afríka.